Hér á Grenivík var að opna veitingastaður með vínveitingaleyfi og það þykja nú nokkur tíðindi hér í bænum því að slík sala hefur ekki verið hér nokkur skeið. Til hamingju með þetta. Hvernig hafa viðtökurnar verið? Já, takk. Já, viðtökurnar hafa bara verið vonur framar, finnst mér. Við erum búin að vera með opið núna í hálfa mánuð bara og það hefur bara verið mikið að gera. Það er ekki að segja hana. Og hvað það að bjóða þetta upp á? Við erum með matseðil svona, fullt af smáréttum og svo þetta að fá sér nautalund og grísarif og já, hamborgara langlokur og þetta svona. Og vín náttúrulega með. Já, já. Mér skilst að fráfarandi sveitarstjóri hafi nú tekið loforð af öllum karlmönnum hér á Grenivík að þeir myndu nú drekka minnst 5 bjóra í mánuði svo að þessi rekstur myndi nú standa til sér. Er það rétt? Já, já, hún tók þetta svona áverði sko en það eiga margir inn í kvóta sko. Já. Já, menn hafa nú bara verið frekar rólegir í því sko. Að leysa hann út? Já. En þú ert nú ekki óvanur í svona rekstri, þú ert búin að vera lengi í rekstri hér á Grenivík. Já, við hjónin byrjuðum fyrir 23 árum og leigðum á sjoppu sem var hérna í þessu húsnæði og vorum með hann í 5 ár og síðan tókum við kaupfélagi, þegar kaupfélagi fyrir hætti, þá tókum við búðinni og það var 18 ár síðan, það var. Og þið eru ennþá með búðin og eru í rauninni bara að stækka við ykkur með því að bæta þessum veitingarekstri við? Já, það er svona hugmyndin að þetta sé svona gott að hafa þetta með því að ekki nú glæsilegt að reka búð svona í dreifbýlinu, stutt í stórmarkaði og annað. Þannig að þetta vonandi verið góð viðbútt við að styðja hitt. Og þessi veitingastaður sem sagt staðsettur í nýjum miðbæjarkjarna hérna á Grenivík. Það búðin náttúrulega hérna og svo eiga skrifstofa sveitarstjórnarinnar og bankinn að flytjast hingað í haust, er það ekki? Jú, það er rétt. Og þetta hús er náttúrulega búið að taka algjörlega í gegn og verður bara stórglæsilegt þegar það er búið og þetta hús hefur bara fengið nýtt líf og bara, já, glæsilegt í alla staði, sko. En hvað með nafnið á veitingastaðnum? Kontórinn? Já, þegar ég byrjaði fyrir 40 árum í kaupfélaginu á Grenivík, það var náttúrulega útibússtjórar frá kaupfélaginu og hann var alltaf á kontórnum, sko. Það var aldrei skrifstofa. Það var Pétur Axelsson heitinn var þarna útibússtjóri og það var alltaf svolítið málið maður kallar inn á kontórin, sko. Segir eitthvað maður, sko. Þannig að mér datt þetta bara í huga, þetta var skondið nafn, kontórin bara. Kontórin og það er bara ljúft að tylla sér hérna niður á kontórnum, það er ekkert verið að taka mann á beinið á þessum kontór. Nei, nákvæmlega. Og það hefur nú mörgum dreymt að fá sér einn á kontórnum, sko. Kaldan eða eitthvað. Herri, það hljómar vel að koma á kontórinn og fá sér eitt kaldan. Innilegar hamingjóskir með þetta og gangi ykkur vel í sumar. Já, takk.